Jón Guðni, það er þessi tilkynning í gær þar sem að satt frá því að þú ert búin að leggja skóna á hilluna. Er þetta búið að liggja fyrir lengi? Já, þetta er eitthvað ekki lengi en eitthvað sem ég er búin að liggja og hugsa og velta fyrir mér í alveg nokkra vikunum. Þetta eru hnésli sem hafa verið að plaga þig? Já, það hefur verið bara stigvaxandi frá því að byrja að spila fyrir í rauninni og eitthvað sem var bara orðið of mikið fyrir mig og líkamann að handla. Þannig að það hjálpaði til við að segja stopp. Ég ræddi við Sölva aðeins fyrir vetur, hann talaði að það væri bara eiginlega vont að horfa á þig labba. Var þetta vont? Já, þetta var komið alveg þangað. Það var bara vont dagstæðlega og náði ekki að recovera á milli leikja eða æfinga og þetta var bara orðið mikið lót fyrir hnén. Og endan bara því hvort ég segja frá því en maður er farin að deyfa bæði hnén til að geta æft þá ertu komin að slemma þetta. Og var þetta, voru læknir að öskra að stoppa eða fannst þetta sjálfur? Nei, auðvitað þeir voru ekkert að öskra á mig en þeir voru ráðulegum henni aðeins og svo þetta væri kannski trúslega sniðugt að halda áfram en á endanum er þetta mín ákvörðun sem ég tek sjálfur á nokkura pressu frá hvorki læknum niður sjúkrahjálfurum en þeir eru búin að ráðleggja manni og segja manni hvað sé gott og hvað sé ekki gott. Það er auðvitað að segja skilið við fótboltann? Já, auðvitað er það. Auðvitað er mjög erfitt að hætta einhverju sem er búin að gera allt þitt líf en samt allavega ennþá bara nokkuð sáttur við þessu ákvörðun og finnst þetta að vera meira mín ákvörðun og náða að spila aftur eftir þessu meiðsli sem ég lenti út í Svíþjóð þannig að það var mitt markmið að koma mér aftur lappir og ná að spila aftur og ég náði því þannig að þetta er aðeins auðveldara núna heldur en þetta hefði verið þá. Þetta síðasta tímabil, þetta tímabil með Víkingi, hvernig fannst þér þetta? Þetta er náttúrulega bara geggja tímabil heilt yfir og við erum með í öllum keppnum og spilum eins marga leiki og mögulega getum og en töpum þessum 2 titlum í 2 úrslitaleikjum sem kannski situr svolítið eftir og svíður svolítið en annars getum við held ég litið tilbaka og verið bara mjög stoltir af þessu tímabil. Bara hafa komist aftur af stað eftir þessi erfiðu meiðsli fyrir rétt rúm 2 árum eða eitthvað svoleiðis sem að þetta var, hvernig horfðu tilbaka að náða að komast af stað? Já, 2 ár, nei, það er meira, það eru 3,5 ár núna, þetta skeiði 4. október 2021, þannig nei, bara að komast aftur á völlin er bara ákveðin sigur fyrir mig og fá að enda þetta á nokkurn veginn á mínu nótum allavega, ekki bara læknar sem ákveða fyrir því. Þetta Evróbændi að taka þátt í því, hvernig var það? Það var bara geggjað og já, að ná svona langt og bara virkilega skemmtileg leikir og gaman að fá að mæta öðrum anstæðingum heldur en að spila heima og heldur getum eins og segði bara horft tilbaka á það og verið bara mjög stoltir af því. Þessi síðustu leikir á ferlinum, er það eitthvað sem þú horfir í bara, er það gaman allavega að enda þetta svona? Já, ég held að sé alveg að enda þetta á verið veg heldur en með sigur á móti Panathinaikos, þannig að það er bara flott að enda þetta þannig. Já, eins og þú bara, þú ferð aðeins í það og horfir tilbaka í eina leiki í Finnlandi, hvernig var það? Það var bara geggjaður leikur okkar hálfu og ef eitthvað er þá hefði við átt að vinna þann leik stærra heldur en við gerðum, þannig að við bara gerðum allt bara mjög vel í þeim leik og þetta bara sýnir íslensku liðunum að það er góðu möguleiki á ná langt í þessum keppnum. Þú átt náttúrulega langan atvinnumannaferil og svo landsliðsferil. Hvað er það svona stoltastur af? Ég er lítið búinn að hugsa tilbaka alla leið en eitthvað sem er stoltastur af það er greiðlega stórt að fá að spila bara fyrir þitt land og eiga allavega þessa leiki fyrir landsliðið og ég hefði nú viljað að þið væru fleiri en það var bara gekk þokkalega á þessum tíma, getur við sagt, þannig að það er ekki bara eitthvað sem er mér að kenna. En já, örugglega það og svo voru bikarmeistarar út í Svíþjóð með Hammarby sem var gríðarlega stórt og fyrir klúbb sem hefur ekki unnið mikið af titlum en er risastór, þannig að það var ekkert leiðilegt að fagna því með stundum. Hvar var skemmtilegast að spila? Ég held að það hafi verið í Svíþjóð líka. Það bara er stemmingin í kringum, sérstaklega Hammarby og marga aðra klúbba að gera verkum. Það er mikið af fólki á vellinum í mörgum leikjum. Þannig að það er alltaf gaman að spila. Mikið læti og vitleysa og bara greiðlega gaman að taka þátt í því. Einn af þess að kannski komið í veg fyrir að þú spilar ekki fleiri landsleiki. Kári Árnason, tjáðu sér þessa ákvörðun þína í gær. Þú talar að það er erfitt að ímynda sér betri liðsfélag. Hvernig er bara að lesa svoleiðis orð?
Nei, þetta er bara mjög gott að maður skilja eftir sig gott orð og bara þakka Kára kærlega fyrir það og ekki bara fyrir það heldur að hafa trú á mér og taka við mér eftir allt sem ég gekk í gegnum hann út í Svíþjóð, þannig að það er bara ekkert nema gott að segja Kára og hann er bara stór hluti af því sem er í gangi í Víkinu og er búið að vera síðustu ár. Hvernig bara líst þér á Víkingsliðið fyrir komandi tímabil? Það eru bara gríðarlega vel, hópurinn er orðinn bara firnasterkur og það er rosalega breiður og sterkur, þannig að þetta er bara tímabilið sem er framöndan er bara gríðarlega spennandi. Og hvað tekur við því á þér? Það er góð spurning sko, ekkert eitthvað sem ég er búin að ákveða alveg en ég tók þjálfaragráðunar út í Svíþjóð með á middur og komst inn á hjá sænska sambandinu þá, þannig ég kom með allt nema UEFA Pro, þannig að það er klálega eitthvað sem ég er til að prófa. Spurningum að heyra í Kára hvort það sé eitthvað laust á Víkingi eða hvað? Ég Sölvi heldur áfram svona, þá losnar fljótt stöðuna þar, þannig að það er ég búin að vera hans með annar flokkinn hjá Víking og vera viðlóðin hann. Svo síðan ég kom heim til að reyna að viðhalda þessu og mun halda áfram þar eitthvað núna, þannig að það er allavega það sem tekur við. Takk fyrir þetta Jón Guðni og til hamingju með ferilinn. Takk hérlega fyrir.